Í október 2014 samþykkti skipulagsnefnd Akureyrar að hafin skyldi vinna við nýtt aðalskipulag bæjarins. Skipulagsdeild hefur unnið að undirbúningi og skipulagslýsingin var nýlega auglýst. Helstu áherslur í nýju skipulagi verða meðal annars að efla verslun og þjónustu, styrkja miðbæ Akureyrar og tryggja örugt og fjölskylduvænt búsetuumhverfi. Jú, núverandi skipulag að það gildir til ársins 2018, þannig að það þarf að vinna nýtt aðalskipulag og vinnan við það er að byrja og við erum svona búin að setja saman skipulagslýsingu sem segir hvernig við ætlum að vinna aðalskipulagið og búin að kynna það á almennum íbúafundi og með hagsmunaaðilum og stefnum að því að kynna það fyrir fleirum. Og hvernig verður þessi vinna við skipulagið? Nú, það verður þannig að við byrjum á því að setja markmið, hvernig við viljum að bæran okkar líti út og hvað við viljum fá út úr skipulaginu. Og þegar að það er komið svona nokkurn veginn að þá förum við að vinna með einstaka landnotkunarreiti og þjónustu og skóla og annað slíkt, hvar það verður allt saman staðsett, umferðarkerfi og annað slíkt. Það verður talað um að það sé gott að sem flestir komi að þessu skipulagi. Hvernig verður það gert? Jú, skipulag er náttúrulega eðlið sínu, það snertir alla og það er bara eðlilegt og réttlátt að sem flesti fái tækifæri til að hafa áhrif á það og við munum hafa íbúafundi þar sem við kynnum skipulagið og einn slíkur var núna hérna rétt áðan með atvinnurekendum, íbúar sem stóð hagsmunaaðila sem við munum funda með og halda almenna kynningafundi bæði á forstígi vinnunar og eins þegar við komum svolítið lengra á áðurna skipulag fyrir auglýsingu. Síðan munum við kalla vinnuhópa að borðinu, bæði sem sagt frá atvinnurekendum og íbúum og reyna að vinna þetta sem mest í samvinnu við íbúa og hagsmunaaðila. Og nú talaðum það eru kannski sérstakar þarfir atvinnurekenda og sérstakar þarfir íbúa. Hverjar eru þessar þarfir? Nú íbúar þeir vilja náttúrulega hafa gott umhverfi, bæði náttúrulegt umhverfi eða semst búsetu umhverfi getum við sagt og eins félagslegt og hagrönd umhverfi. Þannig að við reynum að samþætta þessa þætti alla saman. Nú fyrirtæki þau þurfa aðgangað til dæmis stofnvegakerfi, flugvelli, höfn og síðan þurfa náttúrulega að vera til lóðir og góð svæði og það er ekki þar með sagt að öll fyrirtæki vilji það sama. Fyrirtækin eru mismunandi og það er til dæmis hátækni fyrirtæki sem að kannski leggja meira áherslu á umhverfi heldur en önnur sem eru í hefðbundnu starfsemi en við viljum samt að sé sem best umhverfi í kringum alla. Þétting byggðar og öruggari samgöngur er meðal þess sem fjallaður í skipulagslýsingunni. Einnig kemur þar fram að skoðað verði að hverfisvernda samstæðar húsaraðir sem beri einkenni ákveðina tímabila í byggingasögu Akureyrar, einkum í eldri hlutum bæjarins. Jú, þetta er nú mál sem að ég byrjaði með þegar ég gerði skipulag fyrir Hafnarfjörð fyrir nokkrum árum og þá er það sem sagt húsaþyrpingar eða raðir sem að bera einkenni einhvers sérstaks tímabils í byggingasögunni og sem er þá samstæð eða hafa sérstakt listrænt gildi að það sé hægt að setja hverfisvernd á þau og þá þýðir það að það megi ekki breyta, við getum sagt til dæmis ef að þakformið er mjög sérstakt að þá megi ekki breyta þakforminu og það er hægt að skilgreina þetta ýmsa átt hvað má gera og hvað má ekki gera til að halda þessari bæjarmynd sem okkur þykir svo vænt öllum Akureyringum. Getur nefnt mér einhver dæmi svæði? Já, það er nú til dæmis húsaröðun við Brekkugötuna, hún er sérstök og við Eyrlandsveginn. Síðan er inni í innbænum þar eru húsaraðir sem eru eldri og eru mjög samstæðar og það er hérna niður á Eyrinni, við Ægisgötuna. Það eru mjög fín röð af einbýlishúsum með valmaþök sem er svona ekki neitt íburðarmikil en hafa sitt gildi samt. Og hvernig er með, nú hafa samgöngur svolítið kannski breyst á síðustu árum og hjólreiðar og göngur aukist. Hvernig kemur það inn í skipulagið? Jú, við verðum að sjálfsögða líta á gatnakerfi sem þjónustukerfi en því fylgja ýmsir neikvæðir þættir. Það er öryggi og mengun og hávaði. Þannig að við viljum svona efla umhverfisvitund fólks með aukinni áherslu á göngu og hjólreiðar og almenningssamgöngur. Þannig að við munum reyna að bæta enn í göngu og hjólreiðastíga og gera þá aðgengilegri fyrir fólk.
Já, það ýmis svæði sem eru, má segja, vannýtt og sumum kannski notkun eða hús sem eru úreld og ónýtt og það sem hægt að þétta byggð að það sparar bæði fyrir bæinn í nýjum göttum og nýjum hverfum, þá getum við notað það kerfi sem fyrir, gatnakerfi og veitukerfi og annað slíkt. Svo styttir þetta vegalengdir fyrir íbúðina til atvinnu, þannig að það græða allir á þessu og það ýmis svæði sem við erum að skoða. Nú til dæmis þá Drottningabrautarreiturinn, hann í uppbyggingu núna og þar verða svona tæplega 60 nýjar íbúðir. Nú við höfum verið að skoða Melgerðishásinn með íþróttafélögunum, þar getur verið eitthvað yfir 100 íbúðir og síðan atvinnusvæðin, við munum skoða þau líka. Að vísu heilmikið til af óútlátuðum atvinnulóðum en það getur vel verið að við getum þétt eitthvað þar líka. Nú mér finnst voðalega vænt bæinn og bæjarmyndina sem mjög sérstök. Þetta fallegur bær og þegar fyrsta aðalskipulag Akureyrar var gert 1926 af Guðjóni Samúelssyni, þáverandi húsameistara ríkisins, þá sagði hann að sem strandlengjan frá Oddeyrinni og inn í innbæ væri svo fegurst á landinu. Og síðan hefur náttúrulega brekkan byggst upp sem mjög falleg og velhefnuð og með miklu gróðri og fínum húsum og við viljum halda í þetta, sviprað Akureyri, þetta sé áfram fallegasti bær landsins.